Welcome to Utimessan 2017. My name is Guðjón Karl and I'm the chairman of the board at SKI. I must say we at SKI are very proud of this conference. It has been an absolute success year after year. And I would like to thank everyone who helps us make this such a great event. I would especially like to thank both our employees, Arnheiður, our CEO, and Hildur for making this conference continue its success. Before we begin, we need to go over a few formalities. During the breaks, we'll have refreshments in both the exhibition areas on both floors, so please wander around and try to see as many companies as you possibly can. Please be aware that broadcasting from the lectures is forbidden. That means Facebook Live, Snapchat, and so on. That is mainly due to that might put that as a disadvantage when we're trying to get great presenters in the years to come. After the keynotes, the breaks between the lectures are quite short, so bear that in mind if you need to change rooms to attend another lecture. So, without further ado, let's get started. Let's welcome our first guest to the stage, the Minister of Industries and Innovation, Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Þórdís. Ágætu gestir, verið velkomin á UT-messuna 2017. Dear English-speaking guests, as a Minister of Tourism, Industry and Innovation, I welcome you to one of the largest information technology events in Iceland. Unless you speak Icelandic, I'm afraid you won't understand a word what I'm about to say. There really should be an app for that, or perhaps it already exists. One can hardly keep up these days. Such is the speed at which you and your colleagues are making life easier and more enjoyable for the rest of us with your constant innovation. Before I continue in Icelandic, I would just like to say thank you and keep up the good work. Kæru gestir, eitt af því sem vakti nokkra athygli í þjóðfélagsumræðunni þegar ég tók við sem ráðherra nú fyrir skemmstu var aldur minn. Ég sem sagt fædd árið 1987 og telst ég ekki hafa íkjaháan lífaldur. En ef ég set mig í samhengi við tölvur og upplýsingatækni, þá kem ég nánast úr grárri forneskju. Á árinu 1987 var interneti vissulega komið til sögunar. Einhvers staðar sá ég að notendafjöldinn það árið hefði sprengt alla skala og rokið upp í 28.000 notendur í heiminum öllum. Á þessu ágæta ári var í fyrsta sinn sendur tölvupóstur frá Kína til viðtakanda í öðru landi. Þetta var árið sem fyrsta útgáfan af Excel var kynnt til leiks, VFGA-staðallinn var til og sömuleiðis GIF-staðallinn. Vefurinn Apple.com fór í loftið þetta ár og Microsoft keypti lítið fyrirtæki sem var að þróa hugbúnaðinn sem við þekkjum í dag sem PowerPoint. Breytingarnar sem hafa fylgt tölvu og upplýsingatækninni hafa gjörbreytt því hvernig við eigum samskipti hvert við annað, hvernig og hvað við vinnum, hvernig við öflum okkur upplýsinga og sækjum afþreyingu. Það nánast ekkert í veröldinni sem tölvutæknin hefur ekki áhrif á. Fyrir 30 árum voru ekki nema 30 milljón tölvur í notkun í Bandaríkjunum. Með öðrum orðum líklegt að þótt slökkt hefði verið á öllum tölvum á þeim tíma, hefði veröldin haldið áfram að snúast og óvíst að margir hefðu tekið eftir því. Ef þetta gerist í dag, gætu við varla keypt okkur samlok út í búð, hvað þá meira. Það segir sig sjálft að það sem tölvu og upplýsingatæknin hefur eins mikil áhrif á líf okkar og raun ber vitni, þá felast að sama skapi gríðarleg tækifæri í því að sækja sér menntun, kunnáttu og færni í öllu sem viðkemur tölvum og tækni. Þá erum við komin að sjálfum boðskap UT-messunar sem hefur allatíð verið sá að vekja athygli á því hver stór og blómlegur tölvugeirinn á Íslandi og opna þar með augu okkar fyrir tækifærum sem eru allt kring. Markmiðið meðal annars að fjölga í hópi þeirra ungmenna sem vilja leggja þennan geira fyrir sig, láta til sín taka og vera leiðandi afl í nýsköpun og sókn til framfara. Eins og fram kemur í kynningu á dagskrá UT-messunar skortur á tölvumenntuðu fólki á Íslandi.
Stjórnvöld hafa lagt sitt af mörkum við að reyna að bæta úr því. Þar ber líklega hæst til stórmerka átak að gefa öllum grunnskólabörnum í 7. og 7. bekk forritalega smátölvuna Microbit. Þar að ræða samstarfsverkefni Menntamálaráðuneytisins, Samtaka iðnaðarins, Menntamálastofnunar og Ríkisútvarpsins. Ég þekki persónulega dæmi þess að 11 ára drengur búinn að ákveða að hann vilji læra forritun í framtíðinni. Beinlínis vegna þess áhuga sem kviknaði hjá honum við að forrita þessa smátölvu sem hann fékk gefins í skólanum. Ég viss að þessi drengur leggur leið sinni hingað á UT-messuna og verður ennþá sannfærðari þegar hann sér alla þá spennandi hluti sem þið, starfsfólki í tölvu- og upplýsingageiranum á Íslandi, eruð að fást við þessa dagana. Sem ráðherra nýsköpunarmála get ég ekki annað en dáðst að drifkraftinum og sannfæringunni sem liggur að baki UT-messunni. Skyldi engan undra að gestirnir hafa á undanförnum árum verið í kringum 10.000 manns sem frábær aðsókn. Stjórnvöld hafa á undanförnum árum stór auki stuðning við nýsköpun í landinu. Tækniþróunarsjóður hefur það hlutverk að styðja þróunarstarf og rannsóknir á sviði tækniþróunar sem miðar að nýsköpun í íslensku atvinnulífi. Á síðustu ári hækkaði framlög úr þessum sjóði hvorki meira né minna en 1 milljarð króna frá fyrra ári og voru samtals 2,4 milljarðar. Það því alveg skýrt að stjórnvöld leggja mikla áherslu á að styðja við nýsköpun og sú ríkisstjórn sem nýlega tók við völdum ætlar svo sannarlega að halda áfram á þeirri braut. Ég vil nota tækifærið og hvetja ykkur áfram til dáða. Íslensk tölvu- og upplýsingatækni í fremstu röð, á því engin vafi og við viljum að svo verði áfram. Okkar stefna að tryggja ykkur gott umhverfi og frjóan jarðveg til að vaxa og dafna. Það þýðir fyrst og fremst öflugt menntakerfi, samkeppnishæft skattaumhverfi, sanngjarnt og skilvirkt regluverk, efnahagslegan stöðugleika og kröftugan stuðning við nýsköpun. Sé þessi jarðvegur fyrir hendi, þá hugvitið óþrjótandi auðlind. Rétt að lokum þá hefði ég haft mikinn áhuga á að sitja hérna og fylgjast með. Ég á leiðin á ríkisstjórnarfund sem hefst eftir 20 mínútur, þannig að ég verð því miður að fara. En óska ykkur gleðilegrar UT-messu. Takk fyrir mig. Welcome, ladies and gentlemen, to UT-messan. This is my first time to Iceland. What a wonderful country and great football team. I supported your team all the way last summer. I am very excited to be here, you crazy Icelanders. The next 2 days, you will find some very interesting technologies in these halls. And don't forget to visit me over the weekend at Nýherja booth. Hasta la vista. I'll be back.